Já, velkomin að Rauðaborðinu á Samstöðinni. Í eftirmiddaginn á föstudögum þá höfum við það sem við kallum vikuskamt. Þá förum við yfir fréttir vikunnar og fáum til þess hjálp frá góðu fólki og þannig er það í dag. Hérna er Hallveigur Rúnarsdóttir sópran. Hæ. Sem er besti starfstitillinn sem ég fæði að kynna hérna. Já, ég Nema er bara bassaleikari, fínt. mér finnst það smartara. Já, það. Bassaleikari, já. Er það? Mér finnst það best. Og Jóhanna Pavlovits. Já, Pavlovits. þetta var þetta alveg nála þess að þetta er Ég nóg er nú gott oft búin að fyrir kynna mig. þig, sko. Ég er bara ekki með góða tungu, sko. Þetta er fínt. Pavlovits, Já, já, það sleppur. Mannfræðingur. Já. Og hérna er Gunnar Hersveinn, heimspekingur. Já, góðan daginn. Og Sara Riel, myndlistakona. Góðan daginn. Góður hópur, finnst mér. Herðu, það stóð frétt dagsins á Íslandi er það að það var þingmaður sem sagði af sér vegna tilrauna til vændiskaupa fyrir hvað, 12 árum eða svo? Já, 13, 13 árum. 14 árum, 2012, það ekki? Já, á verða 14 ára á þessu ári. Þetta gerist ekki á hverjum degi. Nei, eins og ég var Hvað, að menn segja hérna rétt kaupir sér vændi? Já, nei, menn segja af sér, sko. það segja af sér. Já. Ekki á Íslandi? Nei, ég var að segja hérna rétt áður við byrjuðum að þó að sé náttúrulega auðvitað ekki virðingavert hvað hann gerði þarna fyrir 14 árum síðan, þá er mjög virðingavert að hann hafi sagt af sér og ég bara fagna því. Það er bara því miður of sjaldgæft á Íslandi. Já, allir litli sigrar. Einmitt. Já, það hefði ekki verið gaman að fara að hlusta á einhverjar afsakanir og að reyna að bjarga þessu. Einmitt. Bara klára þetta strax. Svona efsakanir, ef ég hef sagt eitthvað með þessu þá byrst ég velverðingar. Já, það er mjög flott afsökun. Ef ég gerði eitthvað, þá byrst ég afsökun á því. Er ekki þess að við kallum efsökun? Já, Er eitthvað sem er ósáttur við þetta? Nei, ég er bara frá hvernig komst þetta upp. Ég er ekkert maður að fylgjast mjög mikið með, eða þú veist. Það er vísir hafið sambandið hann, eða ekki? Það er komið fram. Og þá ákvað hann að segja af sér. Sagðist ekki að hafa hugsað þetta mál í 12 ár. En hvernig fekk hann, þú veist, þetta... Vísir. Já, bara eftir svona langan tíma. Akkur komst þetta ekki fyrr? Það er þegar tveir vita þá, nei þegar það er tveir eða hann þrír. hafði þá er farið þjóð, í ég man ekki. yfirheyrslu hjá lögreglunni. Já, Þannig að ok. þetta lítur að vera skjálfest. einhvers staðar. Ok. Já, Já, einhverju voru viðstaddir og einhverju vissu af þessu og þannig bara berast fréttinnar. nei, já, ég er sammála við bröðunum að segja af sér. Það hefði ekkert allir gert það. Sumir hefur farið í vörn og eins og hérna hefur komið hér áður að einhver hefði sagt að sorry, ég gerði eitthvað ránt, en þetta er alltaf mjög virðingaverst og óalgengt í íslenskum stjórnmálum. En haldið það sé enginn sem að svona segja hvaða ekki langt leið síðan það var og ég meina það er ekki svona að við erum búin að vera að kaupa sér vænd upp á dag í 13 ár og hvaða voðalega búk er þetta eitthvað? Það er náttúrulega svolítið strángara sko að þú ert þingmaður Já, það var ekki Svona þingmaður að fulltrúi. keypti vændið. þjóðurinnar Það er reynda að núna. kaupa vændið. Núna. Ef þú ert í þessar stöðu, þú ert kjörinn fulltrúi, þá er mjög erfitt að vera með eitthvað svona. En er þetta ekki líka Bakinu. bara típist, þú veist, við náttúrulega vitum ekkert neina baksögu heldur. Ég veit ekki, ég er búin að vera að lesa Nobody's Girl. Þú veist, þarna, konan sem var í Epstein-málinu og svo er ég búin að vera að hlusta á Sean Combs, að horfa á það dæmi allt saman og veistu, jú, þessi umræða að, þú veist, vændi sé við líði og ofbeldi gagnvart konum og börnum, sérstaklega litlum stelpum. Öll svo umræða ef einhver tekur ábyrgð. Þetta er hins vegar í einhvern veginn á stóra borðinu, sérstaklega eftir þessa viku, líka pingu, jú, smá, var þetta 12 ár síðan. Og finnst þetta þá og langt, finnst þetta þá Aftur, nei, ég er bara ótrúlega flott Já, að já. einhvern tímann sé einhver sem að stíði fram og segja, hey, þetta er að koma upp, ég er opinber manneskja, ég er sammála því að það á ekki að haga sér svona. Skilji, Já, ég er en sammála. hérna, þetta er hins vegar líka eins og þú segir, er hann búin að gera það hverju einasta vændiskaup, kallmanna og manneskja, ekki nýta nálinni, Nei. ekki leyndamál, ekki eitthvað sem við höfum ekki þurft að horfast á í augu við aftur og aftur og aftur og aftur. Hans saga, út af því kannski ég er búin að vera að skoða þessar stóru sögur sem eru samtímasögur,
er hluti af miklu starra risa vef af svona hegðun, eitthvað svona valda fíkn, ofbeldi gagnvart konunni, gagnvart minnumáttar. Skiljið, þannig að fyrir mér ég með svona blendna tilfinningar, ég ekkert sérstaklega hoppandi hæð mína, mér finnst frábært að þetta sé niðurstaðan. Þetta miklu dýpra svona, kannski vandamál og kannski... Já, ef það leiðir að því að við höldum áfram að ræða það hversu víðtækt þetta vandamál í okkar lífi. Þetta eru 25% allra kvenna, vændiskonur og fólk í vændi yfirleitt ekki hamingjusamasta, þetta ekki hamingjusamasta stjettin. Það yfirleitt afleiðing af einhverju lengra ferli sem samfélagslegt. Já, ég held að sé nú rosa mikill minni hluti fólk sem leiðist út í vændi sem gerir það eitthvað því að það hafi ykkur ægilega ánægð á því, sko. Eða velji sér það sem starfsvettvang, þetta náttúrulega yfirleitt meiri hlutin, alveg vitað að meiri hlutin fólk sem leiðist út í vændi, eins og ofta talað vegna aðstæðna. Happy hooker það bara eitthvað mið, sko. Eða þetta hún alveg til. Ég ætla ekki að halda öðru fram. Ég meina, maður hefur alveg séð viðtöl til dæmis við danskar vændiskonur sem eru bara mjög sárar yfir að sé alltaf verða að segja að þær séu, þú veist, hafi leiðist út af ofbeldi eða fíkniefnaneyslu. Það er félag kynlífsverkafólks á Íslandi sem að segja það saman. Já, auðvitað þetta alveg til, en ég meina við vitum það alveg að meirhlutin ekki þar. Já, svo líka hægt að líta á þetta frá öðru sjónarhorni, sko, að það getur vel verið að skynsemin segja já en líkaminn segja nei. Í formi kvíða, þunglindi og geðrænna raskana sem við erum að sjá og rannsóknir sína fram. Þannig að ég held að sé ekki alltaf allt hugmyndafræðilegt. Nei. En Gunnar, þetta ekki að vera fínt mál fyrir okkur að ræða glæp og refsingu og vændi og það eru sjónarmið að vændi séu frjálsviðskipti frjálsra einstaklinga. Svo séu ykkur nýfrjálsíkjumenn sem verður til að halda því fram. Og við vorum nefndum félag kynlífsverkafólks sem vil fá viðurkenningu og þessari atvinnugrein. Þegar kom upp svona atvik, þetta gott fyrir okkur í heitapottunum að ræða alla hluti af þessu eða oft við þannig að við erum að tala saman, reyna að ná einhverju svona sensus afstöðu og endanum við sittum við öll að borða þessu með að þetta gott. Já. Nei, það er betra að ræða þetta svona á öðrum grundvelli út frá mannfræði og siðfræði og fleira. Einhver mörk, hvenar ofbeldið og kúgun, hvernig maður leiðist út í þetta og svo var að hlusta minna á frjálshyggjuna sem að þetta sé eitthvað frjálst val hjá einhverjum sem það nú yfirleitt bara áróður og sölumenn sem halda því fram, sko. En svo myndi aðri segja, ég hef komið til Pompeii, ég sá vegvísinn að Hórhúsinu sem skorinn í stein í þeim bæ. Þetta elsta starfstéttin önnur setning. Skiljið, þannig að þetta eitthvað sem að spinnast inn. En já, þetta sýnir bara hvað það að velja þó ríkjandi og hvað það normaliserað í einhverju svona búning frelsis og vals og við séum að velja þetta eða einhver sem velja þetta, en svo ég kom á hann inn þessi mín perspektífa vændi kemur kannski inn á þá ég hef síðustu ár fengið rosalega mikið áhuga á geðlæknisfræði og rosalega mikið les eins og þegar When the Body Says No eftir Gabor Mate eða The Body Keeps the Score eða líkaminn geymir allt eftir Bassel van der Kolk og þá eru þeir báðir svolítið að tala hvað við skynsemum væðum oft eitthvað til þess að lifa af, svo sjálfsbjargar viðurni, en líkaminn að segja nei og við kunnum ekki alltaf að hlusta á hann og það er þetta, mér finnst þessi perspektífa mjög mikilvægt að það kemur á vændi, þú veist, þótt að þú segir já með þetta gott eða frábært, þá held ég að líkaminn sé svona, hann svona meira hlutlausari hvernig þið líður, hvað í gangi og mér finnst þetta, já, skiptir máli. Ég myndi eins og hópurinn eða grúpan í kringu þið getur verið að segja já. Já. En sko líkaminn og jafnvel sálinn sko. Já, að hafna því. Segir nei, en svo þetta bara einhvern veginn í umhverfinu. Þá fer að gera þetta líka. Akkurat. Það einhvern nátt öfugt líka með strákana eða kaupandan. Af því að líkamið, það sem að kallmenn tala oft þessi óstjórnlega villigredda sem þarf að fá útrás og ekki að fá útrás og það alvegandi vændið
Ég verði það alltaf bara til. hótra þannig að ég hef ekki Skilur eða þessi réttindi að líkamann. Já. Skilur að ég veit að það er rámt, skilur ég veit marga stráka mína vinir sem hafa farið og fengið sér vændiskonu og sjá rosalega eftir því þeir fóru of langt með sig, fóru yfir sitt þægindasvið í líka einhverju ímyndum að þetta sé karlmannlegt jafnvel, sko. Klammaðingin hefur alltaf ára á þetta líka, svo ferði í þetta og traumatisera sjálfa því jafnvel, bæðir einstakleginni, sko, þannig að akkurat sem sér ábyrgð samfélagsins er rosalega mikil. Ég meina, maðurinn minn kemur í corporate heiminum og hann hefur lent í því oftar en einu sinni þegar hann er erlendis að þá eru svona einhverjir duttar, hann var í banka og svona, þá eru einhverjir duttar alltaf verið að draga hann inn með sér í eitthvað svona. Hann er bara minnst áhuga í heiminum á þessu, hefur engan áhuga á þessu, finnst þetta bara ógeðslegt og hann hefur oft talað um þetta, hún finnst þetta svo óþægilegt, það er svo mikið pressa. Það kemur bara utan að koma til pressa frá einhverjum gaurum sem eru jafnvel bara eitthvað út úr kókaðir og ógeðslegir, sko, og bara maðurinn minn kannski bara að reyna að komast heim á hótel og þá bara verið að reyna að sjanghæja jafnvel var meinsum bara boðið ég skal borga fyrir þig, þú veist, það var bara að því hann tekur ekki þátt í þessari hegðun að þá líður þeim svo illa með það að þeir, sko, einn meira þess að bauðs þess að borga fyrir hann að því að hann hélt í alveg að það væri eina ástæðan fyrir því að hann væri ekki til í að taka þátt í þessu væri að því að hann tímdi því ekki. Og þetta er hópíþrótt, þetta erum við strákarnir. Já, við strákarnir og þú veist, þetta er reyndar sem betur fyrir mjög langt síðan þetta gerist, sko, en það er samt miklu stýttra síðan hann lenti í ykkur í svipuðu. Það er svona sena í bókinu hans Braga hana konuna sem fer að drekka úlinga tíðablóm, að vilja segja þess að sögu. Einmitt þessa senu það sem hann fer í bæinn og hitti gamlu töffarana, strákana úr bransanum, sko, og það er einmitt kókaín og hórur og kampavín. Og þarna er hann fann að upplifa líf annarra því hann er að kaupa sér saur á netinu til þess að laga meltinguna sína. Og hann er fann að fá sem auka afleiðing tilfinningarlíf þeirra sem hann er að taka saurinn frá, þannig að hann er að fá siðferði og hann sér þetta allt í henni út frá, sko, glerugum mannsins þíns. Það er svolítið djúpt að hugsa með þörmónum einhvern veginn, þannig hann kemst í gegn. Já, en þá fer hann allt í að sjá, sko, upplifa tilfinningarnar 30% heilasta sem er fyrir fram í þörmónum, sko, það er bara frá henni, til dæmis svo sem kemur inn og svona framvegis áhugavert, sko, og þetta ég er búin að tala við hjúkrunarfræðinga, það er hægt að kaupa kúk frá öðrum sem þú tekur inn til þess að laga þín ein framleiðslu. Á frjálsum markaði? Á netinu. Allt er það til, segja hana. Halveg að því að þú ert sóbrann. Það segi ég stundum að að ég þurfti á tímabili ævinni að ferðast mikið og fara á svona fundi og lifa í svona kalla business heimili og ég segi alltaf, sko, það sem að ég drekki ekki og noti ekki hórur, að þá fór ég svolítið að fara í óperuna. Já, miklu betra. En þá er ég að vísa í það sama á maðurinn er að tala um. Þetta er bara heimur sem að kultúrin er alveg ótrúlega sjúkur. Þetta er bara asnalegt. Asnalegt. Já, hann er sem betur fyrir komin aðeinslegt fyrirtæki það sem engum myndi þetta í hug, þannig ég er mjög ánægð með það. Þetta er raunveruleiki, allir þessi kallar sem eru að ferðast á einhverjum svona millifunda og dragandi nærbuxurnar eftir sér í einhverju flugfríu töskum á leiðin okkur fund með einhver PowerPoint show yfirstressaðir og útrútjúnaðir og dettandi í það og svona, þetta er ekki fagurt mannlíf. Nei, þetta eru exit þættirnir. Þetta er náttúrulega bara, það kemur bara beint þann og þetta er líka bara mikið af þessu sanna sögur þegar það var alveg sagt það, sko. Já, einmitt. En Jón er búin að lofa mér fyrir mörgum árum síðan að hann ætlaði að skrifa bók. Ég býð ennþá, núna, Jón. Bara þessi ár þegar hann var hjá Kaupþingi. Hvernig ég komst í gegn á þess að fara á Vændishúsið. Já, bara, þú veist, allt sem var í gangi. Leiðarvísir. Já, á Kaupþing. Já, hann verður kannski brjálar í sér talum þetta, ég veit ekki. Það verður eikst þrýstingurinn á það. Já. Það er beðið eftir sögunum. Herðu, þetta er þannig. Ég spurði nú að þessu að náðan að því ég sitt hérna og er að tala við fólk allan daginn. Og ég velti fyrir mig til þess að það er eitthvað svona kemur upp. Hvort að sé raunverulegu vilji í samfélaginu að taka ég get ekki sagt taka umræðina því að það notaði í öðru samhengi, sko. En hvort að við séum svona óttalösa sálir að við erum alveg til að tala ef það er tilefni til þess að tala um vændi og glæp og refsingu og ég er alveg til í að segja, þú veist, ég finn til með manninum, mann er í svona sálarháska núna, það er ömurlegt að vera Guðbrandur Einarsson í dag og vera að fara út í
fara út í Hagkaup í Keflavík, sko. Já. Bara umulegt. Og eitthvað svona að vera til í það. Ég meina að þessi félagsfælni að hræðsla við útskúfun einn stærsta hræðslan okkar. Eða hvort við séum þannig hópu, við erum bara að flýta okkur í því að komast saman að einhverju niðurstöðu til þess að íta málunni burtu og ekki ræða það meira. Stundum finnst mér við vera þannig að við séum bara alltaf að flýta okkur að komast að niðurstöðu. Í stæðan fyrir bara að njóta þess að vera hérna í einhverju óvissu og hvað segir þú heimspekingur? Þú fórst í heimspeki til þess að því þú nýtur þess að vera núllpunkti. Þú vildi enga niðurstöðu. Ha, þetta var nú ekki rétt. Ég er alltaf að leita niðurstöðu. Sko, við eigum náttúrulega að halda áfram að tala um það þó við þurfum ekki að tala um hann eða persónur, heldur verðum við að tala um málefni áfram. Við eigum að gera það. En það væri stórkostlegt ef við myndum gera það, halda því áfram. En við gerum ekkert mikið af það. Við erum ekkert sérlega góð í þessu sem samfélag. Já, sko, við erum svo fljóta að fara að hugsa um eitthvað annað. Það er náttúrulega inn í kerfinu sem við búum í núna, það er að vekja athygli á okkur öðru, kveikja elda hér og þar, þannig að maður hugsa ekki of lengi um eitthvað. Líka Íslendingar fara líka alltaf bara beint í skotgröðnar. Það er náttúrulega þess sem er aldrei neinn vitræn umræði gangi hérna. Það er alltaf bara tím Guðbrandur eða móti Guðbrandi. Já, það er bara basically þannig. Ég er alveg búin að sjá nokkur komment þar sem að fólki finnst þetta bara svo mikið vitleysa að hann að vera að segja af sér út af þessu. Finnst þetta svo lítið mál. Og það er bara alltaf strax komið í þetta, sko. Þess vegna er gott að vera með samstöðuna, að tala um hlutina. Fólk talar frá sér allt vitt, svo sagt er. Það var önnur frétt þarna, eitthvað forstjóri í, Deloitte. Já, Deloitte, sem er ógeðslega hallarist nafn á fyrirtæki. Já, því að við erum stundum að tala um enskuna og svona, að við höfum að bara hafa íslenska matsöl og íslenska, hvernig verður þessi fyrirtæki verið að kalla sig einhverju viti? En er þetta íslenskt fyrirtæki? Það er svona útibú, svona svipað á Vodafone og heitir Vodafone Sín, en þú þarft ekki að heita eins og útibúð. En sko umræðustílinn á Íslandi er svolítið svona fussen svei og fussen fei. Viljið til að dæma fólk að meina það? Já, bara svona fari strax á Sturlungaöld. Helvíti skít allar þetta. Og hann byrjar oft þannig, sko. Það er frekar þreytandi. En staðan fyrir að hugsa hvað erum við að tala um, hver er aðal hugtökin og svo framvegis, og þá er mitt farið í mannin og þá fjarar þetta oft út, sko, eða kemur bara ílska og illindi. Ég held að þetta komið svolítið út af því að við erum, það er átakapólitík á Íslandi. Og það náttúrulega bara smittar út frá sér út í allt þjóðfélagið. Og það er líka átaka og fjölmiðlar eru alltaf í þessum átökum, stilla upp. En sko, maður er að horfa á þetta með eins og það er náttúrulega öðruvísi í Danmörku, þar er meira svona samræðu stjórnmál í gangi. Ekki það að svo sem alveg verið rífast þar endalaust, auðvitað. En ég er svo oft hugsað um þetta. Ég held að óska þess að væri aðeins meira í þá áttina hérna í stjórnmálum heldur en er hér, þar sem að þetta snýst allt um að minna, Davíð náttúrulega bara á sínu tíma lagði náttúrulega bara línuna. Það er alveg sama hvað ég finnst um þetta, verðt á móti og þetta er svo ótrúlega banalt og bara barnalegt viðhorf, skiljiði. En öll mál fara mjög fljótlega í svona, menntamálin er að fara út í það hvort að fólk vilja hafa bókstafi eða tölustafi í einhverjum, eins og það skipti einhverju máli. Nákvæmlega. Er fólk virkilega að selja sér það á hugmynd? Að það sé einhver munur á því hvort það séu gefnir tölustafir eða bókstafir í einhvern. Það er náttúrulega bara opið skotlefi á menntakerfi og Nei, bara opið skotlefi á menntakerfið og kennar á Íslandi og hefur verið í 20 ára. Það er bara þjóðarsport að drulla yfir menntakerfið og kennara. Og þetta er óþolandi. Það er alveg nógu erfitt að fá fólki í sér störf. Þó það sé ekki líka þannig að þér líði illa, að því að sé alltaf verið að væna þig að vera alltaf að standa þessu frí og gera ekkert í vinnunni, sko. Og þú veist, þetta er bara einn meiðurinn á því, sko. Ég upplifði þetta líka sem listamaður, eru nokkur svona störf þar sem að þú getur aldrei gert rétt, heimspekir kannski líka. og við eigum það til sem þjóð að annarkvort vilja tala um það í korter og halda áfram og kannski er það, þú voru tölur í fyrra, voru 13% meira líklega til þess að hafa ADHD heldur en normenn. Við erum kannski bara almennt með víraðara taugakerfi sem fer svona ding dong dang dang dang, og við erum með að fara og draga það aftur inn í kjarnan eins og ég upplýði kannski í mínu námi í Þýskalandi. Þar vilja menn og fólk tala um hluti í
4 klukkutíma, alltaf dragað aftur saman að punktinum og og maður reynir sem sitt besta, þeir sem hafa verið víðferðlir að koma með þetta inn í samræði bara hefðina á Íslandi. Þetta eitt og svo erum við, eins og ég upplifa það, mjög gjörn á því að vilja setja hluti sem eru óþægilegir undir teppið. Bara í fjölskyldunum, í persónulegu lífi upplifið þetta og þarlegandi einnig í þjóðfélaginu. Leið að verði verulega óþægilegt, þá skulum við bara kannski svolítið bara komið góðan íslenskan brandara eða eitthvað, svona hlæja þess af því að við erum að afvegaleiða og afvegaleiðun eitthvað sem að ég held við sem að flest öll líka alveg upp við, ekki vera svona leið bara, séðu þetta séðu hvað ég er með förum að gera með eitthvað, fáum okkur nammi ef við hættum þessari hegðun alveg frá byrjun 9 og 5 ára börn þau eru líka þræta stöð skammast og við erum ofta að tala um þennan stíl, þessa nálgun í samtalinu alveg niður og upp þannig að auðvitað ræðum við þetta í hringi að þetta við þetta kjarnan við einhvern veginn hvernig við erum alveg upp og genaminnið okkar og annað slíkt Já, ég upplifi íslensk samfélag svona það kemur að umræðum sem rosalega óþroskað og það eins og þegar að þetta komið upp ákveðna dýpt og þá þarf að hætta því þannig að við getum ekki einhvern veginn meðhöndlað óþægileikan það sem við erum að horfast í augu við svo þú þarf náttúrulega að vera fullorðin þrosku manneskja til þess að horfast í augu við eitthvað óþægilegt, ræða það, finna fyrir því, sjá að þetta sé ekki gott það sem í gangi í samfélaginu til þess að stöðla sér að raunverulegum breytingum. Það alltaf auðvelt að setja þetta undir teppið og mér finnst við alltaf kjósa þessa leið einhvern veginn, svona eins og við séum lítil börn einhvern veginn og ekki, já, eins og hún var að segja. Að sundra samstöðinni, þannig að við tölum ekki það eða breyðum yfir það svona frekar heldur en að vera tekur tíma að mynda sér skoðun og maður á að gefa sér tíma að mynda sér skoðun sko, fólk alltaf fljótt að mynda sér skoðun og segja hvað þeir finnst og svona, eins og það sé eitthvað svona að hrósa manni fyrir það það sé eitthvað svona verðlaun og þá gleymir maður að hlusta á öll sjónamið og svona draga saman og mynda sér svo skoðun Mér finnst þetta svolítið áhugavert sko ég hef sagt þetta við þetta borð áður og ég ætla bara að endurtaka Ísland alltaf bara unglingur, við kunnum eiginlega ekki að vera samfélag, við erum svo ný en mér finnst þetta svolítið áhugavert að segja sko með þetta mynda sér skoðun og mögulega þá líka skipta skoðun að það hefur bara verið að allra fyrsta ég er ekkert múin að mynda mér einhverja endanlega skoðun á því að Pétur Martinsson ætli sér að vera borgarstjóri en það er allra fyrsta sem að dregið upp það er bara hann var í Sjálfstæðisflokknum 2009 og það er næstu það er næstu 20 ár síðan kannski er hann bara búin að skipta skoðun þið veitir og þetta var bara fyrsta átti svolítið að neglan leið hann gæti nú sko ekki verið í Samfylkinguna því að hann var í Sjálfstæðisflokknum fyrir 17 árum síðan skiljið þannig að mér finnst þetta sem þetta segja. Það var ekki tilvísun í Einar Þorsteinsson eitthvað? Einar Þorsteinsson svona komin inn á Sjálfstæðisflokknum? Jú, ég tók svo sem ekkert eftir því. Ég bara sá að þetta, þetta var bara fyrsta sem ég las hans framboð, var að hann hefði verið á lista einhvern 30. sæti á lista. Beina athyglinni að einhverjum punktum í staðan fyrir að hugsa þetta í heild eða hvaða erindi átt þú eða hvað ætlar að gera og svo framvegis. Þannig að öll pólitísk þáttaka hans var þetta að hann var á lista og skrifaði eina grein í þessu. Það er bara, fólk var að leita að pólitíkinni og þetta fannst. En ég meina maður getur skipt skoðun á 17 árum. Það er hægt. Nei, en svo inn í Samfylkingunni það er alltaf í flokkum svona að við sem höfum verið að raða stólum hérna og við sem höfum byggt svo kemur bara einhver lukkurittar að utan. Þetta vísar í svona, þess vegna það vísar í það vísar Einar Þorsteins. Þannig að á bakvið þetta getur verið margt annað en það hvort að fólk megi skipta skoðun eða ekki. Ég veit það ekki alveg. Má ég koma með, mér finnst við vera með hugtaki lýðræði svolítið mikið á heilanum. Og við notum þetta hugtak rosalega mikið þegar við erum að móta okkar heimsmynd hver er lýðræðisleiki, hver er ekki lýðræðisleiki og allt það og gleymum svolítið að horfa bara heim og
þegar kemur til dæmis að bara heilbrigðu lýðræðissamfélagi þá held ég einmitt það sem að hefur komið hér fram er einmitt að pæla og hugsa og gefa sér tíma til þess að mynda sér gagnrýna hugsun og dýpri skoðun. Það hlýtur að vera grunnforsenda lýðræðissamfélagi, þú ert alltaf bara að skjóta og í samtali. Já, akkurat, og mér finnst við ekki fylla upp þar gröfu sem samfélag, þannig að Ég meina að maður sem að þegar ég var út í Frakklandi, þá var Íslendingur sem sagði mig að munurinn á Frakkum og Íslendingum er það að þeir geta talað, verið ólíka skoðanir frá við kvölduraborðið. Já. Og þeir upplifðu það ekki sem höfnun, þú tekur sig ekki með sömu skoðun og þú. Íslendingar, þeir fara alltaf í vörn, þegar þú ert ekki með sömu skoðun og ég, þá upplifðu það sem höfnun og ég verði að taka bara tilfinningulega uppnámi. Þetta þessi barnalega nálgun. Er það að reyna að sannfæra mig eitthvað? Þessi hugmyndum að ég sé að reyna að sannfæra þig mína skoðun og mín sé betri heldur en þín og þar leðandi að þú að taka við henni. Þetta er sama í Gríklandi. Það er ekki þannig. Þar segir þú þína skoðun og viðtakindin er ekki taka því eins og hann sé núna sannfærður. Heldur segir hann síðan svona sitt sjónarhótt. Án tilfinningarlegar undirhæðslunar að ráðast á mannin eins og þú bendir á. Það sé ekki persónulegt, sko. Ef ég segi þér mína skoðun, sko. Þú ert á mótinni, já. Það er ekkert persónulega, þú ert ekkert persónulega á móti mér, sko. Já, eða gildi bara dansins í samræðum, eins og þegar mér líður best í samræðum þegar við byrjum til að flæða og ekki endilega ritskoða allt sem kemur út og það fær svolítið að flakka og maður fær að segja, ég bakka mig eitt sem ég sagði áðan, ég meinti það á annan máta. Því að tungumálið er náttúrulega opaslega takmarkandi. Algjörlega. En verkfræðingur getur þetta valla með brúarsmiðinni. Já, en kannski það er mögulega element sem þarf að styrkja og efla. Og kenna. Já, ég held ekki að skapandi starf listir á allan máta sé skemmti efni. Ég held að sé, og ég tek því frekar alvarlega, ég held að sé sálarfæði. Já, augljóslega. Og þú getur ekki bara nært þig á hambó. Og þú verður að fá litrikari mat með fleiri áferðum og brögðum. Og þjóðfélagsspegill, náttúrulega, listir eru þjóðfélagsspegill, náttúrulega fyrst og fremst finnst mér. Næring. Og andleg næring. Já, en svo speklaru. En tala, að því að nú getum við tengt þetta aðeins, að því ég sagði, sko, það þarf líka að kenna þetta. Já. Og hvað gerist þegar það er stanslaust verið að skera niður listkennslu og áherslu á listir og skapandi greinar í skólunum, að því að nú varum við að tala um skólana. Og nú ætla ég sjálf að gagnrýna menntakerfið, að þetta er náttúrulega, þetta er það sem ætti fyrst og fremst að kenna. Þetta á að vera efst á listanum, sérstaklega í þeim heimi sem við búum í, þar sem við erum að horfa fram á, þar sem gervigreindin er að koma og heimurinn er bara breytast. Það sem að þarf að kenna krökkum fyrst og fremst er skapandi hugsun. Já, og læri gegnum leik. Það er svo augljóst að þú læri miklu betri gegnum leik. Og listir. Og sem er það ekki eiginlega sama? Mála og leira og leika sér. Og líka bara rökræðu. Og reyfa. Yrkja og... Áhverju ekki kenda rökræða í grunnskóla? Halda ræður og rífast og þetta. Við erum svo kassalög, kemur að menntakerfum. Ég verður að segja að ég er með mitt barni í Hjalla og þar er rökræðu morfís kennsla. Og það er mikið kennt í gegnum leik, þannig að við erum alveg með fordæmi fyrir því að það er alveg vísir að alls konar svona hugmyndafræði. Ég myndi segja Íslendingar almennt eru frekar framalega í nútímalegri nálgun á svona barnið, hlusta á það, mæta þörfum þess, þessi svona nýja leið að uppeldi. Það er svona rosalega miklar kröfur frá foreldrasamfélaginu samt þetta íslensku starffræði. Þú veist að þetta bara var sérstaklega starffræðina, alveg bara það bara megi alls ekki saksa á það og svona. Þannig að það sem er alltaf látið láta undan, það sem lætur alltaf undan er raun og veru verk og listkennsla sem er rosalega mikið sem er banal afstæða. Mjög mikið og stórt vandamál og að mínu mati eitt langstærsta vandamáli sem að hið almenna skólakerfi, þá er ég ekki að tala um hjallastefnuna, ég veit að það er annað þar hið almenna skólakerfi þeirra langstærsta vandamál að mínu mati er þessi endalausi niðurskurði á list og verkefni. Ég er algjörlega sammála og það að þetta á í rauninni bara verið í engageiranum, þannig að þú átt að borga fyrir alla þessa kennslu. Það er það sem er verið að ætlast til að þér sem foreldri í staðan fyrir að sjá það sem er búið að sanna svo oft að þú lærir á hljóðfæri, þá verður þú betri í starffræði.
Það er svo basic. Ef þú syngur í kór, þá verður betri í íslensku. Nákvæmlega. Þá skilur og upplifir textan betur. Mér finnst þetta að hafa hörnað mjög lengi. Ég held að ég hef fengið meira listnám þegar ég var í skóla, heldur en börnin mín. Elsta barnið mitt er árið 41 og yngsta er 18. Og ég meina ég var í Vogaskóla og það var mikið sungið, Gvendur Skalli var yfirkennari og var með tónmennt og mikið sungið, allir út á sal og sungið saman og reyndar hlustuðu á Helga Þorláks halda ræðu þar líka. Þetta er verið að koma þessu í gang eftir sem betur Við settum upp Íslandsklukkuna þegar ég var í 12 ára bekk og það voru allir veggir þaktir af einhverju svona bara dóti sem við vorum að búa til. Mér finnst að ég spurði þegar yngsta dóttir mín var í Austurbæðaskóla akkur er engin listkennsla, það á að vera leiklist. Já, það er bara erfitt að ráða fólk í það. Það er einhvern veginn svona valda bara á milli kennslugreina líka. Hvað er inni og hvað ekki, eins og heimspekin datt svolítið út. Hún var inni upphalega og svo held ég að sagnfræðin sögukennslan hafi svolítið dottið. Minnka mikið og það bitnar á okkur náttúrulega seinna. Í næstu kynslóðum upp á að halda lýðræðinu á réttum stað. Sem er svo mikil synd þar sem að þessar greinar hefur líka sýnt sig ef þú blandar svolítið innbyrðis hvernig þú kennir eina grein með annari, með öðrum kennarum, ef þú leifir opnar á það kannski innan kennsluskrárinnar sem er ofbáslega heftandi, greinilega, margir kennar að tala um það, vilja meira frelsi í hvernig þið miðla efninu en eru bundnir þessari sameiginlegu kennsluskrá sem þú þarft að fara eftir. Þannig að það er líka svolítið sorglegt að þessi svona vilji til þess að sem foreldri, sem kennari, taka á skarið. Þetta er svolítið ódýr afsökun þetta að fást ekki fólk í þetta. Þetta er alveg hægt að finna fólk í þetta í þessu störf. Þetta er bara ofsalega auðvelt fyrsti niðurskurður og þess að alltaf endur þessu niðurskurðarkröfur. Það er ástæða fyrir þessu. Fórhundin spurður, við ekki bara þetta Það er svo sé bara orðið ótrúlega dýrst að vera með heilbrigt samfélag einhvern veginn og alltaf allir að spyrja hvað er allir að fá pening fyrir þetta, hvað er allir að pening fyrir hitt, náttúrulega búið enga við það allt og mikið og það er mjög ótrúlega áhugavert svona að lesa kannski einhverja greinar eða einhverja svona hugmyndir samfélagið bara ekki seinna en 2000-öldina þegar nýfrjálshyggjuna var ekki alveg komin og þá var enginn að spá í þessu svona hvað allt væri ótrúlega dýrst, það var alltaf til einhvern veginn fjármagn fyrir allt og engavæðingin var ekki svona absolutt. Það voru tannlæknar í skólanum þegar ég var í. Já, og það sem ég segi, núna í dag erum við meira að segja ríkara samfélagi einhver leiti, samt er allt orðið, það er ekki peninga fyrir neitt og mér finnst þetta bara að vera, ég skil ekki alveg. Stjætta skiptingu og algjörlega. En líka þegar það er komið til skila það við eigum að sofa vel, við vitum það, við eigum að hreyfa okkur og við eigum að borða heilbrigt. Allt, mér finnst þessi skila búið að vera komin okkur vel inn í samfélagið og við erum svona flest allar reyna okkar besta. En hvað með þeim eins og við vorum að tala að það sé jafn mikilvægt að dansa, að syngja, að teikna. Og kannski mikilvægt líka að eiga tíma með hverju öðru, eins og Viðar Halldórsson hefur nú komið inn á í sinni bók Sjáum samfélagið, þar sem að við höfum ekki tíma fyrir hvort annað, við erum rosalega mikið líka í símanum og það hefur áhrif á andlega líðan og öllu og svefn og allt annað. Ekki við værum að dansa saman, syngja saman. Já, algjörlega, en ég er að tala um bara svona almenn tengsl, einhvern veginn eru orðin minni en þau voru og það er einhvern veginn eins og mín skoðun er svo bara að nýfrjálshyggjan hefur algjörlega aftengt okkur við allt sem við erum, svona þetta sanna sjálfið og authentic self og við einhvern veginn Gabor Mate segir í sínum bókum og hérna í podcastu verið einhvern veginn að við séum eina dýrið á jörðinni sem er búin til samfélag sem er tóksik fyrir okkur sjálf, umhverfi. Þannig að þú ert að tala um svona foreldrarnir vera að þrýsta á já, alltilega hafa svona listir og svona en ég vil að barnið mitt læri starffræði og lestur, það er svona hugmynd um það hvernig ég gera barnið mitt að sem allra bestu markaðsvörðu fyrir vinnumarkaðin og ég vil að fara í góða skóla og búið til tengslanett og fara í réttu skólana. Foreldrarnir eru svolítið að móta börnin fyrir kröfu nýfrjálshyggjunnar. Já, ég meina, þú veist, við búum bara í þessu samfélagi sem við erum í núna og ég meina, á meðan það er ennþá eins og það er, þá auðvitað náttúrulega reyna allir foreldrar að gera sitt besta til að gera sín börn undirbúin undir að búa í því samfélagi. Og þannig að þá kannski verður það automatist eitthvað svona en ég skrifaði nú status sem að hefur vakið athygli bara núna í gær varðandi þessi lestrarmál öll að það er bara þú lærir ekki að lesa
með því að vera einu sinni á dag í lestrartíma í skólanum og íslensku tíma. Þú lærir að lesa því að það er lesi fyrir þig og að því að þú færð bækur og þú umgengst bækur og þú það eru verðlaun í því að lesa. Já, nei, ég meina, já, algjörlega, en ég meina líka bara sko þannig að, þú veist, allt þetta, þú veist, þessir árás Ingu Sæland á hérna menntakerfið varðandi lestrar, sko, stöðu lesturs. Við verðum að horfast í augu við það að sko, eina leiðin til þess að fólk börn eignist að fá eitthvað lestrarskilning og að þau séu að umgangast bækur heima hjá sér. Það er ekki hægt að horfa fram hjá því og það þarf, mér varst góð punktur sem einhver skrifaði að því ég sagði auðvitað náttúrulega til dæmis varðandi íslenskuna, auðvitað verðum við að hjálpa þá ekstra þeim sem eru kannski ekki eiga foreldra sem eiga annað tungumál, en þá var eitthvað sem benti á þau læra líka, þó að sé lesi fyrir þau á öðrum tungumálum, þá læra þau samt líka lesskilning, skiljiði. En þetta er, ég meina, það var einmitt einhver sem að skrifa daginn sem er mjög áhugavert. Ef þú skoður fasteigna auglýsingar í dag og ég er fasteignaperri, ég elska að skoða fasteignir og ég að því ég er nýbúin að kaupa mér nýja íbúð fyrir nokkrum árum og þá bara datt ég inn í þetta og þannig ég er alltaf að leita íbúðum fyrir alla sem ég þekki sem er að leita íbúðum. Þetta er tverrtímur, það er fasteignafíknin og svo atvinnuauglýsingafíknin. Já, ég er ekki þar, því ég er að vinna fyrir sjálfa mig. Gæti ég verið málsmiður? Ég er víst ekki að fara að bjóða mér betri kjör fyrir sjálfa mig heldur en ég er að gera nú þegar. En ég tók eftir þessu, hjó eftir þessu að því einhver skrifaði það sjást valla bækur í fasteignaauglýsingum. Það eru nánast ekki bækur heima í fólki lengur. Þetta nærðu með því að þjálfa hjá þér fasteignaauglýsingalæsi. Já, fasteignaauglýsingalæsi. Nei, en þetta, veistu það, ég fattaði leið og ég las þetta er alveg rétt. Maður sér valla bók í fasteignaauglýsing í dag. Það er bara, fólk er ekki með bækur á lofti heima og þetta er náttúrulega ástæðan. Þetta er vandamáli. Já, ég er hérna með 2 punktar til þetta. Ég var að tala við Dr. Bjarka Grönfeldt, félaga minn, og við vorum að ræða einmitt þetta og hann var að segja mér að þessar nýjustu rannsóknir sálfræði sem eru að koma sýna náttúrulega fram á það að við heilin og heilbrið svona þroska heila er miklu betur þegar við erum að lesa á blaði og við munum miklu betur og fyrir heldur ná til dæmis skjá til dæmis og þetta skiptir þá líka máli varandi þroska barna að það sé miklu heilbrigðara fyrir okkur og fyrir heilan að lesa á blaði, bara eitt dæmi. Já. Hvað þá hlusta? Já, hvað þá hlusta, einmitt. Og ég held bara að þegar kemur á foreldrum, það er punktur sem komið að því ég er búin að tala um Gabor Mate í dag mikið og hann segir líka sko í sínum skrifum sem skiptir miklu máli er að álag á foreldrum er ótrúlega mikið líka. Það er álag á öllum. Þannig að það hefur engin tími til þess að grípa börnin almennilega þegar foreldrar eru að vinna þeir og þeir eru að koma heim og hann segir að ábyrgðin sé ekki endilega foreldra eða þeir vilja það ekki, heldur það er bara svo mikið álag. Þannig að foreldrar hafa ekki endilega tíma til þess að eyða nóg mikið tíma börnunum til þess að lesa fyrir þau sem þurfa að gera og þá verður reiðin þeirra á menntakerfið og menntakerfið fer tilbaka til foreldrana og þetta er einhvern veginn algjör hrærigrautur og ég held að þetta sé samfélagsstrúktúri sem skiptir máli. Ég er mikill aðhyllist miklum kenningum strúktúrlisma og ég held bara að það sé mjög erfitt að setja ábyrgð alltaf á einn og einn svona og það er algjörlega svona samfélagslega breytingar og þurfa að vera miklu róttækari heldur en við þú veist, við kannski erum við tilbúinir í sko, ef við viljum skapa betra samfélag. Andlega vakningu. Já, miklu meira andlega vakningu. Ég held að ef við myndum spyrja börn þá, hvað þau vildu helst, þá held ég að þau vildu helst velja athygli foreldra sinna. Akkurat. Ég held að við séum bara það sko, að við verðum að gera eitthvað sko stórkostlegt átak. Ég meina meira sko, kortir af beinni athygli foreldra er betra heldur en 2 tímar af hálfri. Já, afskipta. Já, svona smá. Einmitt, já. En ég nefnilega, að því ég er mjög mikið á móti að skamma foreldra, einmitt út af þessu. En þetta er samt bara samt sem að blákaldi veruleikin að þetta með bækurnar og lesturinn bara þetta tiltekna vandamál kemur til út af því að það eru allir bara með einhverja mistur að skjái í staðin fyrir að vera með. Lærðu þið að lesa í skóla? Nei, ég var löngu búin. Ég var löngu búin. Já. Lærðu að lesa í skóla? Í tímakestu? 6 ára bekk. Í Byrjaði þar, já. Lærðu í skóla? En það var líka mjög mikið lesið fyrir mig, lengi fram eftir
og ég les mikið fyrir mín börn, en svo aðal að teikna og hlusta á storytell. Það bara best. Þannig að mér finnst það alltaf heldur ekkert eitthvað alneikvægt. Alls ekki. Ég sjálf hlusta mjög mikið á audiobooks, eða hljóðbækur almennt. Pappírinn líka pinga hverfa í mínum bókum. Það að vara þannig eins og kyndillin. Því nú þarf ég ekki lengur að fara í mál og menningu og bíði 3 vikur eftir bókinni sem að ég gæti fengið á sekundu. Því ég kaupið þetta gegnum Amazon og búm, þetta komið. Ég verða við ekki nefn þess að ég á einhver staðar bara stórkostlegt bókasafn. Það er einhverjum kössum og það flætti inn og þannig að suma, ég hef ekki svo, bara ég meika ekki að opna hvað eftir að þeim. En ég náttúrulega komið með einhverja bækur sem hafa bara safnast upp, en ég ekki með svona bókaskáp lengur eins og verið með Granda. Ég eiginlega bara, og sumuleyti þá finnst mér þetta hérna, þetta bara, ég man að þegar ég byrjaði að lesa þegar ég var lítill, það var stórkostlegu gluggi inn í einhverja veröld. En þessi gluggi hér bara, þetta bara beyond það sem að nokkrum hefur nokkuð tíma dottið í huga hægt var að gera. Ég get farið hérna og lesið blöðin sem voru gefin út í Bangladesh, þýttu yfir. Þetta algjörlega stórkostlegt með allri virðingu fyrir Mate og Bjarka og pappírnum. Það enginn að segja að það sé ekki þannig, en þetta líka tróðfullt af rusli og áróri, eins og bókasafnin. Já, auðvitað. Ég meina ekki, þú ert ekki að lesa bók og svo kemur allt innu hérna, þú veist, farið í tippalingu, skilur þú veist, á blaðsíðu 17, þú veist. Já, svo mikið áreiti í þessu, Mín læra að lesa, Harry Potter kynslóðin, var svo gaman, var svo spennt, alltaf að lesa næstu bók og komast áfram, bara byrjuðu að lesa sig í gegnum þetta. Það eitthvað svona eitt þátturinn, það sé spennandi, hafa eitthvað gildi, það líka drífur það áfram í hlutnum og í bókasafninu, í því húsi, það líka galdur þar sem þú ert með hluti til þess að snerta, fletta, lykta, öll skynjunarfærin eru virkið þegar þú tekur út bók, skjárinn í raunin ekki. Þú veist, þannig að þessi efniskendi í bókinni og bókasafninu eftir að vera svolítið svona fyrir og eftir AI sem svona staðrenda staður. En ég meina þetta allt gott með hvert öðru. Það enginn að segja ekki annarkvort eða bæði og. En það má ekki gleyma því að þó þú sért að lesa með barninu af tölvuskjá, þetta bara spurningum á að gera það. Skiljið hvað ég veit. Gefið tími í það. Gefið tími í það og að því að lesskilningur og bara málskilningur verður ekki til nema að sé tala við þig. Já, og við erum söguverur. Það svona kannski dýpsta þráin okkar í hugðarefnunum eru sögur. Við segjumst með þess að vera sögu þjóð. Já, akkurat, og það okkar stóra efst í píramítanum eru rithöfundefnir og bækurnar. Trónir á topnum. Mitt. Já, horfðu þið á viðtali við Ingu því að við erum að tala um Næsi. Hún náttúrulega kemur bara með einhverja svona buddu með sér með alls konar fordómum og árásum og kennara og hín og þessu. Það voða erfitt að sjá svona eitthvað, hún bara kastar, þetta var bara eins og svona flugöldisýning. Það svona Sofíu Frænku move. Svo kemur þetta bara inn og þetta bara sópita og bara tilbúið. Hverjir eru ræningarnir? Eru það kennararnir? Já. Nei, kannski ekki kennararnir. Jú, mest kennararnir. En þeir eru náttúrulega bæði, börnin og þetta er stofnunin. Vonda menntakerfið, sem er búið að klúra til. Í rauninni, þeir eru kennararnir og húsið eru skólastofnunir. En allt sem hún sagði þarna, að það finnst mér ég vera búin að vera að hlusta á bara í þingsölum og þetta er margt líkt sem Jón Pétur Simsen hefur verið að segja og ég held að með þess að RÚV hafi búið til svona þætti sem að voru byggðir á honum sem er prófessor í Noregi. Þannig að margt sem hún var að segja er búið að vera stjórn á umræðinni í mörg ár. En einhver leiti samt við fannst mér að hún kemur og segir þetta, þá einhvern veginn hljómar þetta ekkert svo vel. Hún hljómaði vel þetta verkefni sem var byrjað í Vestmannaeyjum, höldum því áfram. Það greinilega virkar. Það nú deilt svo það að þeir geti ekki komið sér saman og niðurstöðu það hvort það gagnist eða ekki Kveikjum neistan.
Mér skildist að vera staðreyndir að það væri að virka allavega á eitthvað máta. Hvað svo sem? Þrír sem áttu að taka þetta út, einn sagði af sér, einn skilaði sér áliti og ég veit ekki með hann vil ekki koma með aðaláliti þinn sem eftir verð. Það er bara Ég sá þetta ekki, ég er ekki búin að treysta mig til að horfa á þetta. Ég sá sem að ég var rosalega ánægð með sem að Rúfi byrja að gera, fréttstofan, er að staðreynda tjekka. Ég sá það líka. Ég er ótrúlega ánægð með það, þannig að ég er bara búin að sjá þá búta af þessu. Ég hef ekki hort á þetta ennþá. Og hún hittir ekki alltaf í mark. Nei, hún alltaf greinlega var ekki alltaf að segja satt, en ég meina, svona er bara lífið. Hún er allavega mjög ákveðin. Hún er alltaf að tala um að vilja fara finnsku leiðina. Finnska leiðin snýst rosalega mikið það að kenna gegnum listir og verkkennslu. Þannig að ég segi bara áfram Inga. Komum við finnsku leiðina, meiri listir og meiri verkkennslu og meiri sköpun í grunnskólana og þá lagast hitt hægt og bítandi að sjálfu sér. Það er bara þannig. Ég meina, annað vandamál sem ég er búin að vera að skoða, bók sem heitir The Anxious Generation. Ég held hún sé komin á íslensku líka. Það er verið að tala um þessi 2010 mörg, mikið. Það sem að Facebook kaupir Instagram og Apple gerir símana með myndavélum svo getur tekið selfie. Þetta saman olli því að ungar stelpur, 10-12 ára, þeirra sjálfsvíkstíðinni hefur bara á ritinu er þetta bara svona eins og flugveldarsýning. Þetta er hræðilegt að horfa á þetta og þetta snerist og snýst mjög mikið þessa útskúfun úr samfélaginu og vera ekki nógu góður, ekki fallegur, nógu klár, nógu eitthvað félagslega. Og þú veist, og þessi blanda af samfélagsmiðli og tæki olli einhverju straumhvörfum og það var kennar að tala þetta eins og þessi bók slökkva ákveðin neista einhvers staðar. Það er eitthvað svona undarlegt, sálfræðilegt sem gerðist fyrir þessa kynslóð og ég á svolítið að vinum sem eiga með börn á þessum aldri og þau eru líka mjög opin það það gerði sér almennt ekki almennilega grein fyrir að þú varst að hleypa barniðinni bara inn í New York, með því að leyfa þeim að fara hvert sem þau vildu á netinu. Og það er náttúrulega umræðan núna loksins mikil að koma að þetta sé ekki sniðugt, af því þarna er bara inn á Roblox. Þannig að það er annar hluti í þessu lestravandamáli er líka bara þessi sálarheill, þessar kynslóðar og það er úrslega erfitt að læra og vera alveg skýr þegar þú ert undir svolítið miklu svona þunglindi eða kvíða eða óróa inn í þér. Ég er búin að vera að kenna söng og er búin að vera aðstoðarskólastjóri núna og síðan 2004 og það var bara svakalegt að horfa á þetta að þú veist allt í einu, þá er bara nánast hver einasti nemandi með kvíðaröskun. Og þetta er ekki staðbundið, þetta er heims. Þetta er ekki Amerika, Kanada, Bretland, þetta er allstaðar í vestræna heiminum allavega þar sem að þetta tvennt kom saman. Og það sem er líka náttúrulega gerist er að þegar fólk var alltaf með náttúrulega samaburð, skilur, en sem endur þessi samaburður maður er að horfa á og ég meina meira sér bara við fullanda fólki, þú veist, maður bara lenti bara sjálfur í þessu, fann sér sjálfur í þessu alltaf bara akkur þessi svona gaman hjá þessum í lífinu, skilur, svo náttúrulega veit maður ekkert hvað er satt og hvað er logið, skilur, og maður sé náttúrulega bara alltaf glansmyndir af fólki og þetta er alltaf miklu erfiðara fyrir krakkana, sko. En er ekki selfie líka bara stórkostleg kaflaskipti í upphafinni einstaklingshyggju? Það var þannig að þegar ég var barn og var að skoða fjölskyldualbúm auðvitað skoða maður mest myndri af sjálfum sig en maður lét ekki mikið yfir í það. Þannig var það á öllum tímum að þú hefur tekið mynda sjálfur þér og sýnt mér og ég sagði, hvað? Það taka mynda sjálfur þér? Það var svona félagslegt taumald gegn því að vera að taka bara myndri af sjálfum sér. Svo einhvern staðar á leiðinni klikkaði einn, þannig að þú sýndir mynd af nei, snuð, selfie, já, snuð. Og það bara, síðan hefur enginn tekið mynd en einu öðru en sjálfum sér. Við gleymdum félagslegu aðhaldi á því að halda aðeins aftur af einstaklingshyggju sem að vellur í okkur og við verðum að hafa eitthvað kontról á henni. Það er ótrúlega fallegt landslag og náttúra sem maður er að horfa á og maður sér flestir er að taka myndir af sjálfum sér. Hér er ég á þessum stað. Og ég var einmitt að hugsa þetta í sumar, hvað þetta hefði breyst. Hvað hefði verið gert við dreng í þínu bekk þegar þú varst 12 ára? Fólk tók bara myndir af fossinum og svona og að sjá þetta. Ég gæt og ég leiði segi hópunum, sérstaklega asískar stelpur og það eru líka fyrst en engabakk kynslaðin. Þannig að þetta
sambland þarna af 2010 kynslóðinni og að vera engabarn og þau ferðast svo mikið og koma mjög mikið til Íslands og þau eru ofboðslega smart en þeir eru í nælonfötum Já. og þetta er bara full blown photoshoot á Seljalandsfoss, á Jöklunum, Reynisfjöru og snýst einmitt að posta ykkur falli þitt ferðalag. Þau koma á staðinn til að taka selfie. Ég hef alveg átt nokkra sem hafa ekki farið út á Malbyggi. En ég með því að Gunnar, þú veit, við erum eldstir hérna. Ef einhverju þau komið í 12 ára bekk til þín með mynd af sér fyrir framar einhvern foss og í forgrunni og sýnt ykkur myndina, það er bara verið fussað af manninu. Hvers konar mynd er þetta? Þetta mynd af þér fyrir framar fossin, hvaða rugl er það? Þetta hefði verið gert, sko. Ég held að enginn hafi gert þetta. Nei, það er bara náttúru, fólk var svo hugfangið af náttúrunni, fossinum og sjálfum. Það bara gleymdi sjálfum sér. Það þótti bara ekki við hæfi að vera að taka myndir af sjálfum sér. Sem að ég verði bara að svekja ykkur með því, það bara er ekki við hæfi. Að taka myndir af sjálfum sér. En er þetta ekki samt, þú veist, samfélagsspilum miklu dýpra en þetta? Ég er náttúrulega hætt á samfélagsspilum, sko. Hann árast til liði, ég er enda þá með Messenger svona á og til og ég er ennþá nú á X-inu hérna til þess að fylgjast með pólitísku umræðu. En ég viðurkenni það, ég fór í rosalegt dópamin detox og það hefði rosalega mikið áhrif á minn andlega heilsu. Mér fannst það rosalega erfitt. Mér leiði bara eins og ég var detoxer frá einhverju dópi. Þetta er fínt. Já, og ég las bókir þetta dópamin ríkið og hún hjálpaði mér mjög mikið til þess að skilja hvað er í gangi hérna og núna einhvern veginn eftir að hafa farið í gegnum þetta, kannski tók þetta allavega 6 mánuði að detoxa frá þessu. Ég er alveg komið þangað að þegar ég er einhvers staðar í náttúrunni eða ferðast, ég teki ekki lengur myndir. Ég er bara að njóta augnabliksins og ég er alveg komið þangað. Það truflar í mitt. Já, og djöfullinn afsakið, en vá hvað maður áttaði sig ekki á aftengingunni sem maður var að glíma við þegar maður var alltaf í símanum, hvað athyglin var í skjánum en ekki í núvitundinni og hvað það hefur mikið áhrif á. Eru þið ekki með svona tónleika og svona? Þá mæta foreldrarnir, allir með símana, það er enginn að hlusta á börnum. Nei, það er allir bara að taka vídeo. Það er kvikmyndatökumenn. Hver vildi vera kvikmyndatökumenn? Ég er ennþá á Facebook. Ég verð að vera á Facebook af því að það er svo mikið vinnutæki hjá mér út af því að ég er náttúrulega auglýsa tónleika og slíkt. Döðun langar að hætta að því ég þoli ekki Facebook, minnst það svo ógeðslega leiðilegt en ég var svo stökkuð í sumar og ég hef ekki fengið Instagramið mitt aftur og ég ætla bara að fá að taka undir með Jóna. Því líka munur þegar ég er eitthvað starf í útlanda með eitthvað og ég er ekki að taka henni einustu mynd og það er bara dásamlegt, ég er bara að horfa á þessa tónleika, hlusta á þessa tónleika og ég er bara að labba og ég er bara að horfa á mannlífið og ég er bara semja sögum þessar gömlu konu sem er að labba fram hjá mér og ég elska þetta. Djúvill er núvitundin dásamlegt þegar maður hefur gleymt sér alveg. Ég var lengi giftur ljósmyndar þannig að ég tók aldrei myndir þannig ég vil aldrei dottið inn í þetta. Ég hef ekki byrjað á því eftir við skildum. En það er miklu betra en að vera sá sem að þarf að taka myndir þess. Það er miklu betra bara að vera á staðnum. Já, mæli með. Já, við mælum með þessu. Og hægt að taka selfie, er það ekki? Nei, eina á 3 mánaða fresti. Nei, ok, eina dag. Já, svona ákveðin mörk. Herðu, en ég ætla að fá okkur til þess að tala um hennar forstjóra sem að hætti að því að hann er ákærður fyrir að ráðast á konu á Hótel Rangá. Ég vil ekki tala um hann. Það var annar kall, þetta er svolítið mikið af svona fréttum, sem eru verið ákæra núna fyrir gróf kynferðisleg brot gegn stjúpdóttur sinni eftir að hafa verið dæmdur í 5 ára fangelsi fyrir ofbeldi gegn móður stúlkunnar. Allt skilorðsbundið. Nei, þetta er alveg hræðilegt. Þetta náttúrulega má ekkert vera bara í boði að þolandi fá að ráða því hvort að gerandi sitji inn eða ekki. Hann ræði því ekkert. Það var dómari sem dæmdi þetta. Já, en þolandinn biðst væðubar fyrir gerandan. Nú má það alveg. Já, en ég meina hún á ekki að mega hafa þessi áhrif vegna þess að hvað þýðir það? Það er dómarinn sem Já, en það þýðir samt bara það. Ég meina, af hverju var henni boðið upp á það í fyrsta lagi? Og ég meina, það þýðir náttúrulega bara það að auðvitað verður náttúrulega bara endalaust þrýstingur á þolendur. Bara að gerðu bara eins og konan sem að, þú veist, fekk bara í gegn að ég þyrfti ekki að sitja inni. En hafa fréttindar ekki einmitt verið að varpa ábyrgðina á þessu yfir á konuna? En það er náttúrulega dómari sem dæmdi þetta. Já, ég auðvitað. Og það er bara bjánulegt. Ég er að segja, þetta má bara ekki meiga, skil ég hvað ég við. Hann fyrir einhvern veginn í skjól við það að, ég meina, hún vildi eitthvað. Já, það bara er ekki, fáránlegt, sko. Það er fáránlegt, sko.
Mín skoðun er svo að það kemur að réttaríkinu og lögfræðingum að mér finnst að þeir ættu að fá einhverja fræðslu bara áfull, hvernig þau virka og hvernig alls konar sem mál hafa áhrif á gerandan umfram lögfræðina. Ég held að þau átti sig ekki alltaf á hvers konar hræðsla ótti og allt sem þolið þarf að glíma við hefur áhrif á líf hans til framtíðar einhvern veginn og allt það áfall sem þarf að vinna úr og hvað þetta rosalega svona, hvað maður að segja, bara svona upplifun þolanda einhvern veginn svona óskýr og réttaríki þá að senda dómara svona óskýr skilaboð hvað gerist og gerist ekki og þolandi sjálfur kannski í þannig að glíma við það líka. Þannig að ég held bara einhvern veginn að mér finnst að við ættum alveg að geta tekið umræðuna réttaríki á dýpri hátt heldur en bara að það snúist lögfræði. En heldur að lögfræðingarnir myndi ekki segja við þig, Jóhanna, einmitt eigum við ekki að setja okkur inn í það? Því að okkar fag snýst það að meta þetta með öðrum hætti. Já, það má alveg vel vera. Það er til sálfræðing sem vil það. Við pössum okkur á því að við skiljum eftir hjartað og samviskun og allt saman eftir í fatahenginu og dæmum þetta réttlætið er blind. Já, þá myndi ég bara segja að þarna hefur bara einhver drepið Guð, þú veist, að því leiti að skynsemin er ekki eina upplifun mannsins sem förum í gegnum lífi líka sem andlega verur. Þannig að ég myndi segja að þetta væri kannski alveg allt í lagi rök en takmörku líka mörgu leiti. Það vantar bara einhverja dýpt í þetta heimspekinga kannski. Og ef maður efast að einhver hafi drepið Guð, þá getur maður bara að tala við lögfræðing. Já. Kemst að því að það er kannski bara líklegt. Þessi dómur, það er að sama, það er enginn sem segir hans í eðlur, 5 ára skilorðsbundið dómur fyrir... Nei. Þessi afleiðinguna. Það bara vantaði alla svona sálfræðilega innsýn í þetta og geta metið það sem hún segir að átta sig á því að hún er kúuð og brotin. Þannig að dómarnir þurfa að læra þetta. Það kemur líka svo undarlegt fyrir sjónin að fight or flight er svo eitthvað djúpt í okkar skilningi en frís. Það virðist einhvern veginn ekki komast inn í þessa setningu. Hvað segir hver? Að frjósa inn í þessa þrennu sem eru rosalega oft viðbrögð við álagi og tráma og öðru slíku og auðvitað á dómara og réttakerfi að vera á einhvern nátt hlutlaust en það virðist líka að vera ofboðslega takmarkaður skilningur frá kerfinu þegar þú berðar saman við líkamlega áverka ef þú væri blár á marinn og blóður og brotin sem þú ert þegar þú ert búin að lenda í þessu en það er minna sýnilegt ef þú ert að horfa bara á hið efnislega og hvað var þeim Grikkina að vera sál og líkami þetta er saman líka hvernig þér líður fyrir að hafa áhrif á líkamann og öfugt Þetta er svo flókið, maður líka tengir þetta við mál Margrétar Löf þegar þú veist þetta vesalingsfólk var búið að koma inn á spítala trekki hvað í tugi skipta svoleiðis gjörsamlega mistyrmt fram og tilbaka og ekkert þetta gera ekkert þetta stoppa þetta af því að þau kærðu ekki ég meina hvað mér fannst það svolítið skrítið vegna þess að raunverulega er þetta brot gegn samfélaginu ef ég kýli þig þá er það ekki bara brot gegn þér það er brot gegn samfélaginu þess vegna getur þú handtekið mig það er ekki þá samþykkið þitt Einu rökin sem að ég hef heyrt með því að þetta sé þannig að þolandi verða kæra er þú að þá sé þó allavega fólkið að sækja sér læknisaðstoðar sem að myndi kannski ekki gera annars. Læknar tóku líka þagnarskilduna of alvarlega þarna. Það sjá að vera mistyrma fólki. Aftur og aftur og aftur og aftur. Og annars kæmi fólki ekki. Verða að segja lögreglunni frá því eða maður hefði haldið, það er náttúrulega þannig með börn. Já. Með börn er þetta ekki svona. Það er bara skylda. Það er skylda, En þegar þú ert bara leiðutorinn, meira að segja 18 ára sem að fyrirgefi er barn í dag. Það er bara barn að vera 18 ára. Ef 18 ára myndi lenda í þessu, þá er ekkert þetta að gera nema viðkomandi væri tilbúin að kæra. Þetta er rosalega alvarlegt, Það er alltaf að fara að kæra börnin sín. En læknar taka þetta til endurskoðunar, held ég. Halda einhverja svona Þetta hljóta samt að vera einhvers konar alþjóðleg mörkin eru. Ekki einhvers konar alþjóðleg lög eitthvað þetta eða ég veit ekki hvernig það er endar.
En samkvæmt lögum fólk hættir að vera barn 18 ára. Já, ég að segja. Það eru ég veit ekki að það komið fréttir af því hér heima, en það hefur verið svona rannsóknir og heilastarfsemi sem bendir til þess að við erum börn fram yfir 30. Finnst þú það passa við? Já, ég held að sé nú kannski, er ekki framheilin fullþroska 25 cirka Það er svona Ég upplifa algjörlega þannig, sko. Já. Ég var ekki fullorðin fyrir en 35. 35? Svoleiðis. Valla þá. Allir, hvað er þú? Ég er ekkit orðin ennþá, sko. Nei, ég segi svona. Ég er orðin það, ég gengst við núna, sko. Algjörlega. Mér finnst ég alveg þroskast mjög mikið síðustu árum, sko. Og myndi segja að vera svona fullorðin núna. Það var 33 ára. Núna í apríl. Já, ég minnst þetta, ég verið að bíða því að vera fjalla meira með íslenskum miðlum að ég sé þetta út allt, sko. Það menn að velta sig fyrir þessum rannsóknum sem að breytir að verði breytingar á heilastarfsemi og svo verður aftur svona 64-5. Það byrjar að hljóma svolítið eins og Jung, svona. Ég held að þetta sé líka mismunandi eftir kynjum. Já, þetta konur oft þroskist aðeins fyrir þetta. Miklu fyrir. Það þurfti að ná miklu þroska áður að fóra eignast börn. En mér fannst þegar ég var 18 ára að ég átti að vera fullorðið þá, svona, mér fannst það svona skrítið. Mér fannst ég ekki vera fullorðin og mér fannst að það einhver ábyrgð sem hefur líka eitthvað samfélag úr fullorðin og þú svo fara að kjósa og svo. Mér fannst ég ekki tilbúin í þessa ábyrgð sem samfélag gerir til því þegar að segja úr sér fullorðin einstaklingur. Ég myndi líka alveg óska eftir því að verði eitthvað svona eins og var alltaf í öllum samfélagum, eitthvað svona alvöru ritual sem ekki fermingum 13 sem ég finnst bara alltaf ungt og nei. Og það sem að þú getur þess frestaði að taka þér ritual, það verður út á 35 en kannski þú hefur gert það 26. Ertu að tala um manndómsvígslu? Eitthvað svona manndómsvígslu, alvöru sem ekki þessi ferming sem aftur orðin bara, ég ætla að halda hana, dans, söngur, eldur, búningar, matur. Maður fáið svona tattoo á ennið að maður sé búin að Trans. Ég er búin tekið ákveðna að ég vil vera fullorðin. Einhver einvera í óbyggðum. Þetta minnir mig eitthvað svona mannfræðilega etnografíu sem ég var last þegar ég var í náminu. Þetta er öll samfélag og alltaf gert manndómsvígsluna fyrir en við núna einhvern veginn og 13 aftur á að vera það, fermingin. En við erum öll samanlega Ég fermdist nú ekki. En ég menn, nú eru þau náttúrulega öll svo trúið aftur, þannig að nú er fermingi farin að þýða annað. Allir börnir eru svo heila trúið. Akkur þurfa það? Þau þurfa greinilega einhverja trú, og snýst löngun í ekki þetta. Sara, skilji þetta rétt að þú vilt fá svona sem er valkvætt að þú getur beðið til 35 ára aldurs með að taka þessa vígslu við að vera fullorðin og þá fengir þú kannski svona tattoo ennið og vissum að vera fullorðin. En ég held að segja þau kannski aldrei vilja þetta og ég geti sittið komin á 70-aldur og vera ekki með tattooið, þannig að ég er ennþá barn og umkikist fyrir umgangis með svo barn ábyrgðarleysi. Við þurfum að semja einhverjar reglur þetta. Við erum að þróa þetta. Nei, mér finnst þetta líka að vera svolítið svona 20. aldar kallmaður sem er ekki til að taka ábyrgð, sko. Það er nóg að það, sko. Þeir eru í sérstöku uniformi. Þeir klæða sig eins. Drekka bjór, reykja stuð eða gras. Herðu, það er kona sem heitir Maria Corina Machado sem að fekk Nóbelsverðlaun, friðarverðlaun Nóbels. Og hún vissi að það var ein manneskja í heiminum sem að þráði þessi verðlaun meira en hún. Hvað er hún að hafa gert? Hún fór til hans og gaf verðlaunin sín. Er þetta ekki falleg saga eða? Ég bara eftir að hann náttúrulega, þú veist, barði landið og rændi forsetanum og þú veist, tók bara svona alvöru hrotta, alvöru ofbeldismann á þetta, þannig að þá hún hafði hvatt hann til þess. Já, þannig að það var mjög sérkennilegt allt. Það var náttúrulega bara mjög furðulegt að hún skipti fáið. Já, það var alveg. Því hún hafði hvatt til ofbeldis. Alveg absúrt, sko. Og var alltaf að hringi í Trump og reyna að biðja hann að bjarga þeim með einhvers konar innrás. Studdi Ísraelsmenn, þetta var bara alveg. Snýrst þetta ekki bara það því að nefndin þorði ekki að láta Trump fá þetta beint og þannig að þetta var eitthvað svona bakleið. En akkur þurfa þeir enda að láta hann fá þetta? Ég meina, það er bara allir skítrætti við hann. Hann er starfbilaður. Hann er bara starfbilaður sem aður. Það er bara allir skítrætti við hann. Það er bara hans vandamál. Það er alltaf vandamál okkur að nefndar í Noregi. Og eyðileggja þessi verðlaun í bili allavega. Já, það er reyndar, þau eru svona skammir í sögunni þar sem er að reyna að spila eitthvað svona pólitíska leik sem að fer ekki vel við þessu verðlaun. Mér finnst þetta bara að vera svona eins og ég hef fengið senda stundum screenshot af
statusum hjá Kristni Hrafnssyni og ég svolítið sammála því sem hann hefur verið að segja þetta svona einhvern veginn. Þetta náttúrulega bara, hann hefur talað þannig Nóbelsverðlaun hafa áður fyrir fengið, eða þú veist, Bandaríkjaforsetar hafa fengið áður fyrir náttúrulega verðlaun fyrir heimsvaldabrölt, þannig að kannski er þetta ekkit of nýtt að því leyti, en það sem að mér finnst þetta afhjúpa hvað okkur skortir samstöðu við heimsveldi og hvað við erum hrædd í staðinn fyrir að vera hugrökk og segja nei, og þá ekki bara við Donald Trump heldur á það við Bandaríkin sem heimsveldi sem það og hefur alltaf verið, og ég hef verið að hlusta ykkur podcast og nú man ekki alveg hver sagði það, en það var eitt viðtal það sem í því kom fram að Donald Trump sé Bandaríkjaforseti út af því Bandaríkin eru eins og þau eru. Þannig hann í rauninni svona afleiðing af kerfinu því sem hefur verið að gerast þar. Og þessi hegðun Trumps jú, hún náttúrulega ekki eðlileg, en mér finnst hún samt ekki eins og Stefán Pálsson bent á vera eitthvað sérstakt frávik frá því hvernig Bandaríkin hafa hagað sér við heiminn undanfarið. Og mín upplifun svo ástæðan fyrir því að við erum meira gagnrýnin núna heldur en við vorum, eða heimsveldið komið heim. Það svo nálægt okkur, Grænland og allt það, þannig núna eru eitthvað finnst okkur það að brjóta alþjóðlega hræðilegt. Og mér finnst umræðan líka oft skrítið var til Donald Trump þegar kemur að því að segja að Bandaríkin séu núna allt í einu farin að brjóta alþjóðlega þegar þeir gert það tíð. Og þar alveg finnst mér þetta með Venezuela einhvern veginn ekkert mikið frávik, þetta bara meira svona einhvern veginn uppblásið. En það rétti oft gert það, gerði það í Írak-stríðinu 2003. Og bara sögur Rómönsku Ameríku náttúrulega. En ekki munurinn sá að eftir Írak var komið fram að nú ætlum við að byggja hér upp lýðræði og mynd af fólki að fagna þegar styttan af Saddam og við erum komað með frelsið og lýðræðið. Trump nefndi ekki að tala þetta. Hann sagði bara við erum búin að ná olíunni, þau tók á okkur olíuna, við erum búin að ná henni aftur. Já, en hann bara meira hreinskilinn. Það getur verið munur á því, eða ekki? Sem gerir hann þá ekkert minna hættulega, heldur gerir okkur meira gagnrýnin. Þú veist, við hefðum átt að taka þess afstöðu líka gagnvart. Já, akkurat. Mörg okkar gerðu það svo sem. Já, það var margir sem kvörtuðu og létu í sig heyra innrásinni í Írak. Íslendingar fóru á límingunum þegar komið ljós að við vorum búin að samþykkja það. Almenningum. Ég man bara að það verið svona 85% sjóðinni sem var bara algjörlega á móti því. Og líka í öðrum löndum, eins og í Bretlandi, Fraklandi voru bara út á götum. Já, en þetta ekki þannig núna líka með allt? Svo alltaf ykkur hópur sem að gleypir í þetta sé réttlætanlegt. Það eru samt, mér finnst þér alltaf margir orðræðu heimar til, bæði fjölmiðlum og líka fullt af fræðimönnum og blaðamönnum sem að taka undir og réttlæta hegðun Trumps og Bandaríkjanna almennt. Þau hefðu ekki getað gert þetta nema það væri búið að framleiða samþykki fyrir því. Já, bara réttlæta alveg furðulustu hluti sem hann stendur fyrir. En það var að því að Grænland kom til tals eiginlega strax eftir hennar fund. Og þá voru við ekki bara grænlendingar eða bara heldur líka Bandaríkjamenn sem þessu, þetta þýðir að hann ætlar að taka Grænland. Af því að þú ert ekkert með verja frelsi eða kúgunarstjórn Grænlands eða neitt svoleiðis. Þú ætlar bara að við þurfum á auðlindu Grænlands að halda og við ætlum að taka það. Og það var það sem að menn lásu út úr yfirlýsingunni með Venezuela. Og það að sömuleyti, þú veist, sé Bandaríkin hafa alltaf verið heimsveldi og þeir eru aldrei farið eftir alþjóðalögum og það ætlast til þess að aðrir gera það en ekki þeir. Að þá samt einhver svona munur á þessu. Já, í orðræður, ekki í praktík. Nei. Þannig rauninni þegar ég að segja við þig ég skal vera góð við þig og ég ætla að koma í lýðræðinu þitt land svo eyðileggja það og ef ég var beinvið þér, ég ætla að eyðileggja landið þitt. Þú veist, munurinn bara sá, mér finnst fólk líklega til að falla fyrir því og áróðin sterkari ef ég að nota lýðræðissökin. Það einhver sena í mynd með Humphrey Bogart þar sem hann skýtur konu og segir svo sorry sweetie, bara have to kill you. Já, sem akkurat. Svona, ég meina, það hefur ekkert gildi hann baðst afsökunar, hann draf hana bara. Já, akkurat. Það var svolítið áhugavert að því að náttúrulega allir frá Venezuela sem að ég hef eitthvað kynna af og svo hlustaði ég á svona auka þátt hjá því American Life í morgun. Var viðtal við konur sem að búa þar sem árásin átti sér stað og horfa á hana og þær voru mikið að útskýra og það voru spurða hvernig líður ykkur og það þessar ekki annarkvort eða tilfinning heldur bæði og þar sem að þú ert að fagna því að það sé loksins búið að taka hann harðstjóra sem að fyrir mjög stuttu þau kusu út og heimurinn náði að trúa því allavega að það hefði verið svindl og þá hugsa náttúrulega allir þessi sem að barðust fyrir
þessu lýðræðislegu kosningu sem áttu sér stað, sem var síðan svend, nú fáum við okkur í gegn, nú fáum við það sem við höfum verið að dreyma Trump hérna að bjarga okkur og svo eru þau svo glöð en þau eru líka svo sorgmætt á sama tíma því þau vita hvað er að gerast. Þau eru að horfa á sprengjurnar, þau eru að horfa á leiftrið, þau vita að fólk er að deyja. En þú veist þannig að blanda tilfinningar og svo núna er þetta bara að bíða að því að svo náttúrulega urðuðu fyrir svo svakalegu vonbrigðum sem er ekkert úr takt við master sjómann sem Trump er. Hann er master sjómann og þar ber ég alveg svolítið virðingu fyrir honum. Og veist, hvað hann getur einhvern veginn plottað hann er góður í að með uppleita. Ég meina hann er að upplægi skemmtikraftur einhvern veginn. Já, hann er náttúrulega bara algjörlega og þetta er skriptað, við vitum það, þetta er eitthvað svona mjög, þetta er svona skrítin söguþræður sem er eiga sér stað. En þú veist, fólki í Venezuela er með þessar rosalega blendna tilfinningar, það er búin að losa sig við þann einræðisherra sem að þróaðist. Hann veit ekki hvað kemur í staðinn. En það veit ekki hvað kemur í staðinn, það er búið að segja við þau. Já, ekki það sem þið vilduð. Amerika ætlar að stjórna landin ykkar. Já, þetta eitt hérna því að voru Venezuela, Íran og Grænland voru í fréttum núna í vikunni. Og mér fannst svona eins og verið svona einhver stemming í fréttunum á RÚV og Sýn og víðar. Eins og svona ákafi að finna, en hvað finnst Íranum? Ég held að þessu 92 milljónir sko. Já, og akkurat. það eru 56.000 í Grænlandi og Venezuela eru 30 milljónir. Það er ekki þannig sko. Það eru fólk á Grænlandi sem að vill að Grænland verði hluti af Bandaríkjunum. Það er hellingur sem að vill að Grænland verði sjálfstætt. Það er hellingur sem að vill til áfram Danmörku og þannig er það bara. Það eru skiptaskoðanir augljóslega eins og alltaf. En það er svona sumir hávarar en lávarar. Það kannast ekki við þess að svona þrá eins og, já en hvað segir fólki í Venezuela? Þetta er svona staðfestingar hlutdrægni sem við erum að leitast ótrúlega mikið eftir þau staðfesti fyrir okkur einhvern veginn, kannski það sem við höldum ekki og hérna þetta er svona eins og einhvern veginn þú veist, ef við myndum spyrja einhvern hrunið 2008, kannski myndi miðflokksmaður, sjálfstæðismaður og samfélgingamaður segja þær öðruvísi sjónarmið sko og þetta er ekkit ólíkt því einhvern veginn. En varðandi heimsvallastefnuna og það er eitt sem mér finnst mjög mikilvægt að nefna að því ég hef stúdíað rosalega mikið og hefur rosalega mikið áhuga á henni og nýlendustefnunni að þegar kemur á einræðisríkjum, mér finnst við ættum að fara varlega til jarðar þegar við tölum það að því leyti að öll ríki sem eru þetta einræðisríki, hvort sem það er Klerkastjórnin eða Maduro eða Norður Kórea, þá eiga þau alla sameiginlega sögu og það er að þetta er stundum eina stjórnarfari til þess að verjast heimsveldinu. Þannig að heimsveldastefna hérna matar oft einræðisríki til þess að þau vera til út af því til að verjast stóra stráknum. Og hérna ef við viljum við tölum alltaf við viljum lýðræðislega stjórnum fyrir annars staðar, þá finnst mér fyrsta skref vera að gagnrýna heimsvaldastefnuna. Þess að hún skapar einræðisríki. Af því að þegar við horfum bara sögu Venezuela til dæmis veneselsku sósíalismi, hann er rosalega anarkískur í eðli sínu, allar hugmyndir og allt sem hefur verið komið fram og innleitt hefur upplifað að vera rosalega anarkíst, ekki sterkt ríkisvald, rosalega mikil gagnrýni á Sovétríkin, en þetta hefur þróast þannig eins og þetta hefur gerst alls staðar annars staðar út af því að annars er ómögulegt að verjast frá Bandaríkjunum. Þetta er eins og saga Kúbu svona, ég meina Castro var ekki kommunisti eða svona þess, heldur hneigðist hann til þess að eiga viðskipti við Sovétríki því annars hefði bara allt hrunið þar. Það gerist náttúrulega líka í Afríku. Og endalaust. Það sem var svona heimsvaldastefnan studd alltaf einhverja sína menn, einhverja kalla sem voru síðan harðstjórar kannski 30-50 ár sko. Já, það er að tala sko þessa fasísku hlið sem gerist líka allir í Rómönsku Ameríku. En þjóðaröryggisstefna Bandaríkjanna segir það að þeir ætla að gera þetta í Evrópu. Þeir vilja að Evrópa styðji þá flokka sem að þeir eru ánægðir með. Annars verður ég siðmenningarlegt hrun í Evrópu. Mér finnst það líka svolítið stór frétt að hann skildi ekki taka Evrópu með sem eitt af heimsveldunum. Hver? Appelsínuguli kallinn. Já. Það er bara Rússland, Kína og Ameríka. Og það er það sem er að gerast er að Grænland er okkar að því að við erum í vesturheiminum og við eigum þann part. Þið eru í austrinu, við drepum Venezuela svo að þið fáið alls ekki olíuna sem við áttum ekki, svo áttum hann ekki, svo eigum hann aftur. Þú veist. Herðu, það er þú ert í Borgarfirði. En vonandi, já. Já, ég er í Það er frétt sem ég skil ekki alveg úr Borgarfirði og Bifröst. Já. Skilur það sem frétt? Hvaða frétt? Það er eitthvað fagráð starfsmanna Bifröstar búið að kæra rektor og yfirmann viðskiptadeildarinnar. Er að kæra?
Nei, þá var bara lýst vantrausti. Já, lýst vantrausti. Vegna notkuna þeirra á gervigreind. Eða hvað? Ég er ekki alveg að skilja þessu rétt. Nei, ég er kannski úr Borgarfirði en ég veit eitthvað ganga Bifröst, sko. Ég veit bara skólinn hefur náttúrulega, að því við erum, sko, ég vinn hjá Símenntun á Vesturlandi og við erum að þjóna háskóla varandi fjárpróf og einu sem ég veit að Bifröst hefur gerst þegar kemur allus heimaprófum og þau hafa notað gervigreind í staðinn fyrir prófverði til þess að þegar nefndur að taka próf heima hvernig gervigreindin er beitt, hvort að einhverjum kennu finnist að vera og mikið einhvers konar siðbrestur eða eitthvað annað og veit ég ekki, Ég verður bara að læra heima, sko, ég get ekki búið upp eitthvað sem ég skil ekki. En ég veit ekkert hvað meira er í gangi. Þetta, ég held að þetta sé efni fyrir ykkur heimspekingana. Ég held að þetta sé... Það þarf að bíða þarna, sko. Þetta er fyrir síðanend núna. Ég held að við getum ekkert að tjá okkur þetta. Þetta er mjög óskýr frétt, sko. Mánuð. Við erum heitipotturum og við mögum tala um hvað sem er. Það er ekki, málum er ekki skotið hingað í heitipottum. En ég meina, gervigreindin nýtur náttúrulega bara að vera stærsta viðfangsefni heimspekinnar til svona, núna til allavega framtíðar, nánustu framtíðar. Það kom út bók núna jólinn, Hlaðan, heitir hann ekki? Hlaðan, eftir Bergsvein Birgisson. Það er mikið vilja að spá í gervigreindina. Ég er nýbyrjar að lesa hana. Já. Þannig að maður þarf að kynna sig það vel og svona mynda sér skoðun Notið þið gervigreind? Ég kann ekki á hana, en ég stundum beðið einhvern annan um að athuga með eitthvað hjá gervigreindinni. Hvað er ekki að kunna? Jú, ég byrjaði sko ég bara er ekki nógu Það flykktist allavega, það er búið að vera uppselt á gervigreindanámskeiðin í Nei, ég líka bara held ég í grunninn á móti þessu, þess vegna er ég ekki að gera þetta. Ég var bara í meistaranámi í vor, sko, nei, í haust segi ég, og mér finnst þetta mjög merkilegt og ég sitt sveitt og skrifa ykkur á ritgerðir og eitthvað svona og svo þarf ég að fá eitthvað svona grænan kall svona við hliðina á öllu sem ég skila og minn er alltaf grænna og svo þegar maður er búin að nota á mikið gervigreind þá verður hann appelsínu gulur og svo ef hann er rauður þá er greinin ekki tekin. Það er gervigreind sem fylgist með þessu? Já, byggilega, að sjálfsögðu, en mér finnst þetta bara eitthvað svo absúrt, ég veit ekki til hvers ég ætti að vera í námi og ég ætlaði að láta eitthvað gervigreind skrifa fyrir mér ritgerðina mínar. Ég skil ekki alveg. Ég meina, læri ég eitthvað af því? Ég bara spyr. Mér finnst mjög óþægilegt að nota hana svona varandi texta, sko. Því ég hef áhuga á texta með að skrifa og stíl og svona. Þannig að ég reyna að forðast hana á þann hátt. Þannig að það er að skrifa til að hugsa, sko. Þannig að það að fá fullbúin texta, þá hefur maður náttúrulega ekki hugsað og ég meina til hvers var maður það þessu. Þórarinn Eldjárn var í gær í fréttanum og ég held ég þurfa að kenna honum betri braghátt, sko. Sástu þetta? Ég tek úr þessu, ég þarf að kenna gervigreindinni smá. En sko, gervigreindin er alltaf verið heimskari og heimskari. Eins og við. Já, út af því að núna er orðið þannig að gervigreindin er fara að kenna sjálfur sig einhverju bölvað fælu. Þannig að sko, það var miklu meiri raun og veru gagnaðinu þegar hún kom alveg fyrst. Og það er ekkert rosa juicy job innan tæknigeirans að vera gervigreinda svona rannsókn eða svona á baku tjöldin skoða staðrendir. Hef ég heyrt líka, ég las þetta að það fólk sem er síðan að hleypa ykkur í gegn eða ekki í gegn ætti kannski heldur ekki það á náttúrulega til að verða svaðalegt erindi á þann stað, sko, til þess að þjónusta síðan bara öllum og sögun okkar. Já, þá áttu að koma svaðalegt efnaðsrun út af þessu, sko, það er alveg vitað og bara miklu verra heldur en .com hrunið, sko. Það er verið að hlaða inn, nei, en það var það í heiminum. En þú veist, það var náttúrulega verið að hlaða inn, þú veist, einhverjum fyrirtækjum skilur og þetta og allt þetta og það er alltaf bólna út. Og heimsbyggðin þarf að koma sér saman reglur og ég vil að síðareglur í kringum þetta. Annars fyrir allt í fjandans. Já. Þetta var bara eins og lög Sameinuðu þjóðanna eða eitthvað. Koma sér saman leikreglur. En ég er sammála Gunnari með það, sko, að því að ég fæ stundum texta sem að hefur verið skrifað að gervigreind, kannski, við erum kannski að skrifa ykkur umsóknir og eitthvað og annað fólk sem er með mér í því er að nota gervigreindina og þetta er bara algjörlega ónothæft. Ég er miklu lengur að leiðrétta textan sem gervigreindin er búin að skrifa fyrir mig. Heldur en ég myndi bara skrifa þetta sjálf. Á íslensku? Já. Nei, líka á ensku. Að ég stundum verið að nota hana, sko, þá skrifa ég minn texta og svo svona fiffar hana.
gera það aðeins flottara. Þetta eru látið þetta hljóma Setur inn gáfulega. einhver svona gáfulega Já, orð. nei, bara svona orðafar og Smá uppbyggingar ritstýring í bara. sérstaklega á ensku. Og það verður bara svona, ég er bara með fína ensku í gangi en þarna verður hún Oxford enska. Já. Og veistu, mér finnst það, því þá ertu í rauninni ekki að stela neinu efni, þú ert algjörlega að skrifa en þú færð þess að svona, En það fer eins og svona þið myndu gjarnan vilja skrifa. Já, það fer svona bæta inn alls konar svona newspeak sko, það sem fer að gera, setja ykkur svona flott löng orð og svona, það er alveg ágætt skilur Mér finnst þessar þýðingamaskínur sko alveg ævintýraleg tæki sko. Þetta En sé, það er eitt sem hún er góð Og í ég og man hún því er ég var að góð í skoða að þetta fara fyrir yfir nokkrum árum. heimildaskráðnar hefmanni. ég skoði þetta fyrir nokkrum árum og sjá hvað þetta er orðið betra núna, mér finnst það bara ævintýralegt sko. En mjög sátt, svo var gamla konan að gera bara, já, ég er að fletta upp hvort það sé heilbrigt að borða valnettur og hvort ég setja þær í bleiti. Þetta er á endanum, skilur, mjög algeng notun á gervigreindinni sem að við vitum er líka umhverfis vandamál, vatn vandamál, rafmagn vandamál, skilur, þetta er ekki hérna í skýjónum eins og orðið gefur til kynna, þetta er í byrgjum sem að þurfa að vera knúið áfram. Þannig að, veist, Já, svo öll orkan. öll orkan sem fer ég að spyrja um valnetuna. Eyðileggja íslenska náttúru til að fá fleiri gagnaver eða Til að svara tilgangslausu spurningum. Ég meir ekki líka að vera Já. brjáluð af fólki sem eitthvað dæla út einhverjum asnalegum AI myndum, bara eitthvað upp á djókið. Ég verð alveg brjáluð. Hvað er að ykkur? Það maður hættir að trúa öllu svona að því vorum að tala um Nei, mótmæli þetta í er líka bara, þetta er bara Bandaríkjunum og Íran. rusl. Það er maður getur ekki Það trúið er líka einu mjög lengur erfitt, já. Þetta eru ljótar og skrýttar og gerfilega myndir. Sumt Bara- en sumt er þess að sem hefur verið myndir af mótmælum að það eru bara orðið mjög fullkomin, maður er engu nærum hvort þetta sé satt eða logið. En þetta er bara kannski ykkur innsýnin í framtíðina. Það Það verður verður það bara maður að verra og fara verra. yfir okkur að viðurkennda fjölmiðla, ég tristi þess að þeir séu með réttu upplýsingar. En það Ég getur man líka alveg því með var- heimilið það. Að vinna var sem mest að gera ólöglegt graffiti í Berlín. Þá var hérna, sá sem ég var að gera þetta með, hann var rosalega þráhyggjukendur og paranoid yfir því að, og það var lögreglan var alveg að koma inn. Þannig ég var fyrir að lifa svona lífið þar sem ég var alltaf hrædd að eitthvað myndi gerast eða eitthvað verið satt eða ekki, þessi myndi segja. Og ég man bara þetta álag, ég var að hugsa mjög mikið um þetta og þetta er að koma aftur til mig núna, þetta með er þetta satt eða er þetta ekki satt, hvernig get ég tjekka á því hvort þetta er satt eða ekki satt, það sem ég er að lesa með tilum. Svo ég hef rosalega áhuga á þessu 3i Atlas 16. mars. Da-na-na-na. Er þið búin að heyra? Nei, hvað er Nei. það? Þetta er alveg hérna, þetta er bara stórkostlegt sci-fi sem að Brian Cox til dæmis kom með mjög góða analýsu bara 1. janúar að því það gerðist stóltið við 3i Atlas sem er eitthvað svona hlutur úr geimnum. Endilega, fariði bara, skoðiði, þetta er endalaust og þar aftur, skilur er ómögulegt. Ég get ómögulega almennilega vitað og þá lifi ég endalausu paranoju sem er einmitt eitthvað sem ég mana var svo óheilbreytt og svo óþægilegt og það mun hafa svona nagandi drópi sem hóla steinin áhrif á okkur sem samfélag sem mannverur. Það legar séu þá, veist ég hvað er satt og hvað er ósatt. Já, þú veist ekki hvað eru falsfréttir og hvað eru ekki, hvað er satt og hvað er ekki satt. Það getur ekki komið það í. Það er mjög erfitt í dag. En hefur það ekki alltaf einkennt samt mannkynssöguna eða? Þú gast farið til Það er alltaf viðurkenndra verið vandamál, sagnfræðinga já. og lesi bækur og farið tilbaka og Greina verið með milli. yfirsýn sko, þú þarft að gera þá vinnu Þú ennþá. sagði áðan Guður döður, þegar sannleikurinn er döður, það mun hafa sko ótrúlega menningarlega áhrif. En forngrikki voru náttúrulega glíma við, það voru svona Já. sófistar og mælskulistamenn og Ég, síðan Sókrates og Kó, sko, voru alltaf í spenna á milli þeirra. En þú veist, þú getur ekki fundið sannleikurinn. ég er að reyna að nálgast þetta líka út frá svona kannski postmodernískum eða poststruktúralískri nálgun þar sem að hérna, þar sem að fyrir komu gervigrindan eru Foucault og Derrida og þeir alltaf að tala um orðræðu heima sko og hvernig hérna hvað er satt og hvað er ekki sagt og hvernig þessi Evrópu hverfa og hérna hvernig við búum alltaf í svona ákveðnum En þú getur þá skoðað allavega hluta heiminum, þó það er ekki algilt allan heiminn, en í þessari veröld þá getur það ekki einu sinni. Því þú munt aldrei verða nokkur Þú nær. mátt ekki gefast upp. Kannski Ég er var ekki- kannski ég er bara að þú tala í um BBC Times Hvernig og heimurinn RÚV. líti út sem að sannleikur væri döður. Einu sinni. Já, punkturinn að maður kannski sá að þeir voru að gagnrýna einhvern veginn að hérna, sannleikurinn er miklu stærri, miklu dýpri heldur en við fengum alltaf
part af sko, hvort að þetta sé ekki, kalli það ekki bara áfrekar í gaggrinni og að líta á þetta þannig líka. Þú veist að líka á þessum tíma fyrir komum gerðvíkina var þetta líka vandamál. Ég meina líka, hvað sannleikur? Þetta náttúrulega svo stórt. Ég meina, þú veist, allt sannleikur sem við lesum í sögubókum, þá náttúrulega vita að sigurverðarnir skrifa söguna. Það var punktur. Þú veist, við sjáum náttúrulega bara eina hlið. En unglingar eru að spyrja gervigreindina dálítið áhugaverðar spurninga. Það eru svo mikið að spyrja tilvistarspurningar. Unglingar? Já, ungt fólk og það er svona, ef að þú værir prófessor og það er árið 2040 og þú ættir að vera að segja hvað við gerðum rangt 2025, þegar gervigreindin kom, hvað myndir þú segja? Og svo svara gervigreindin bara svona, já þið lifðuð allir þeirri blekkingu að vera upplýst þegar í raun lásuðu einungis fyrirsagnir og þið skiptu frelsinu fyrir convenience, fyrir þægindi og svo spyr hann, en hverjir lifðu það af? Hverjir þeir sem að náðu að fá núvitnendinu? En sko, gervigreindin er ekki véfrétt. Hún er bara samansafn af því sem áður hefur verið sagt. Ég veit, en það er svo fallegur en svo lengar eru bara að spyrja um lífið, tilvistarspurninga, tímabil og hún svarar bara svona óbúslega akkurat. En það er þess vegna sem það ennþá sko aðsnæðlega svo er hún farin að kenna sjálfur sér einhverja bölvaðafæli. Gervigreindin er farin að mata sjálfa sig á því sem að gervigreindin var búin að búa til. Ég heyrði að 70% af öllu efni, öllum lækum, öllum kommentum sem er á netinu eru bottar. Við höfum kannski því að það sem er þennan þátt að hætta að bjóða fólki og hafa bara gervigreind sem heldur samtalinu. Við höfum pælt í því. En við höfum ekki ákveðið. Það myndi allir hægt að hlusta. Af því að þið sparið svo mikið þegar borgum er svo hátt. Það er ódýra það. Það er mjög kaffi. Gervigreindin drekkur ekki kaffi. Nei, það er enda rétt. Við erum líka með vatn. En hún er ekki með neina dýft heldur. Nei. Nefningar svona skynjun. Við höfum í alvörunni verið að kanna hvort að sé hægt að fá vél til þess að hlusta og skrifa út það sem er sagt hérna. Af því það er bara svona hugmyndunum að því að við eiginlega bara búum til hráefni hérna. En við höfum ekki ritstjórn eða kapasitet til að vinna úr því og við höfum aðtúa hvort það sé hægt að nýta gervigreindin eitthvað. Það er svona, mér kemur ekki óvart að það væri raunverulega hægt að hafa hana sem mjög gott stuðnistæki bara mjög fljótlega, sko. Mér líst miklu betur á hugmyndina að vera með svona menningamagasin þátt. Það sem verður líklega byrjar aftur byrjar á þriðjudaginn. Glæsilegt. Herðu, eru ekki búin að þessu bara? Held það. Það er ég sé að þú ert svolítið órólegur að því að handbolti byrjaður. Varstu ekki svona það? Nei, ég vissi ekki eins og hvaða leikur er. Það er Ísland-Ítalíu. Ég er ægilega spennt. 12-8 fyrir Íslandi. Ná, vel gert. Sem er miðað við höfðatölu held ég sé 6.922 Herðu, en takk fyrir að koma hingað að spjalla fréttir vikunar og svona það sem er í samfélagi. Við erum bara leifum samtölinn að fara þangað sem það vill. Hallveig, Jóhanna og Gunnar og Sara, kæra þakkir. Takk fyrir að og þakka Pétri fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakka ég mest sem hafi verið að hlusta og horfa og breyta þessu samtali í fjölmiðlum. Minni á að þið hafi byggt upp dreifikerfi samstöðuna bara með þessi vinum og vandamunum frá efni sem við sjáum hér og heyrið og ykkur líkar. Þá finnur fólk okkur á Facebook, á YouTube, á öllum hlaðvarpssveitum undir nafni samstöðuna líka einstakra þátta. Við erum í útvarpinu á FM 89,1 sem næst alveg upp í Borgarfjörð og upp á sunnanvert Snæfellsnes, upp á litlu kaffistofu út á Reykjanestá. Það má líka segja að það eru útasendingar á spilarann, spilari.is er á netinu, svo spilari líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á samstöðun og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum. Það sem er netdánaborð. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman. Það eru númer 5 á fjarskiptavikunni. Við erum komin í kabalkerfin suður með sjó og kannski eftir vill, ég veit ekki. Við erum önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinnum upp á efni frá samstöðunni sem er 24 tíma svona hring, 7 vikunar, allan ársins hring. Samfélagsumræðar við þetta rauða borðu í öðrum þáttum samstöðunar. Það sem knýr samstöðuna áfram er sá hluti áhorfenda sem hafa gert áskrifendur. Það er þeir sem gefa okkur afl til þess að halda samstöðun úti og kannski í framtíðinni byggja enn þá frekar upp. Ef þú vilt slást í þann hóp þá getur þú farið inn á samstöðun.is þar hnappur sem ástandur áskrift. Það getur þú skráð fyrir grunnáskriftin sem er 2.750 krónur. Þú mátt borga meira þú vilt og þeir sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið en það er einmitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Allt sem við sjáum hér og heyrið er í boði áhorfenda og áhorfenda sem hafa gert áskrifendur. Framundan er helgin, í fyrramáli þá er helgispjall við KK, Kristján Kristjánsson, hann kemur með gítar og munnörpu
og mun bæði segja og syngja frá sinni sögu og svo verður þjóðmálaþátturinn Synir Egils hérna í hádeginu á sunnudaginn. En þetta er orðið gott í bili, þakka kærlega fyrir og njótið helgarinnar.